Það Batu, einvígi við Karabakh og Evrópudeildin í ár búinn. Hvað þín fyrstu viðbrögð eftir leik? Auðvitað það var erfitt, mjög erfitt og ég var að drauma við getum gera eitthvað miracle en við þurfum bara að taka það. Betri lið vann, það var betri í báðum leik og þurfum að segja til hamingju Karabakh og fyrir okkur við erum búin að læra mikið að spila móti svona lið en ég held við búin að síða mjög góður hluti í báðum leik. Seinni leikurinn, kannski mínum að þetta var aðeins betur en svo fyrri, allan að sóknarlega, sammála því? Já, við bara að horfa aftur. Ég held við vorum með meira tækifæri til að gera betri með bolta og skora. En við vissum að það er meira erfitt fyrir þeim að spila á Íslandi með svona gervigras en við vorum ekki að nýta það nú vel í dag. Þú gerir 7 breytingar frá síðasta leikur Karabakh. Hver var svona pælingin í kringum allar þessar breytingar? Það var ekki hægt að spila með sama leikmaður sem spila Grindavík, Karabakh og Fylkir. Hvernig fannst þér leikmennin sem kom inn í liðið og kannski nokkrir óreyndir að spila í dag? En ég vissi að við erum með góða hóp og sumir ekki búin að sýna það á tímabili en ég held þeir sem ekki búin að spila það var mjög góður að sjá framistæðan frá þeim. Þegar Elmar fór út af þá fekk Albert Ingi fyrirliða bandið. Var það planað fyrirleik eða? Elmar var bara að gefa Albert fyrirliða bandið en ég held Albert stóð sér mjög vel í vörn. Ég fekk mikið spurningar af hverju ég var að gera það en ég held hann og maðurinn að svara spurningar með framistæð. Síðan næstu viku er einvígi í sambandsdeildinni RFS Lettland. Hvernig leggst það í hópinn og þig? Það er bara spennandi að spila í svona leik en núna er einbytting á HK mánudag og þessi er bara góður reysum fyrir liðið mig líka og klubbi. Eins og segir HK á mánudaginn, þið spiluðu leik á móti Fylki einnig á mánudaginn síðasta eftir Evrópuleik. Það voru augljóst þreytumerki á liðinu og fór ekki nógu vel. Hvernig heldur að liðið muni koma inn í leikinu móti HK? Ég held það er ekki marga sem spila, við getum gera smá breytingar í liðinu en það er líka öðruvísi að fara frá Reykjavík til Ísafjörður en Bakú en ég held þessi 2 faktor getur hjálpa okkur í leik sem ætla að vera mjög erfitt. Og alltaf rétt í lokin, transferglugginn var að opna núna í dag að með minnir. Er von á einhverjum leikmönnum? Já, það verður smá breyting í hóp en við erum með góða hóp en við höfum að hafa það er margar leikir stutt á milli en við höfum að stækka aðeins. Er þið að leita eftir sérstökum? Kannski einhverjum sérstökum stöðum eða? Ég get kannski segja með þig eftir. Einhverju Íslendingar kannski? Já, það er hægt en ég ætla ekki að segja meira. Takk fyrir það, gangi vel.